Þetta við höfum hér fyrirspyrjanda. Já, góðan dag, ég heiti Kjartan Gunnarsson, ég þakka nú fyrir þennan ágætt og fróðlega fund. Mér langaði til þess að spurja yfirstjórnina það, hvort að hún teldi það að yrði seldur minni hluti í Landsvirkjun innanlands, að það hefði einhver grundvallar áhrif á starfsemi fyrirtækisins og fá mat forstjórans á því hvert virði fyrirtækisins væri á hlutabréfamarkaði. Já, það stór spurt, breyta reikningsskilastöðlum og verðmeta fyrirtækið. En varðandi eignarhaldið þá er það náttúrulega ákvörðun eigandans að hvernig því háttað og ég tel ekkert eðlilegt að fyrirtækið eða stjórnvöld fyrirtækis hafi svona sterkar skoðanir á því, ekki frekar en öðrum fyrirtækjum sem stjórnar, þá færast þau til í eignarhaldi og maður vinnum bara með þeim eigundum sem eiga fyrirtæki hverjum sinni. Ég tel mikilvægt ég held að það sé hægt að reka Landsvirkjun mjög vel hvernig sem eignarhaldið er. Við sjáum dæmin frá Noregi. Þá erum við með 2 öflug orkufyrirtæki, Statoil, eitt best rekna olíufyrirtæki í heiminum sem er 70% í eigu norska ríkisins og 30% á hlutabréfamarkaði. Við sjáum það fyrirkomulag virka vel og Norðmenn eru mjög sáttir við það. Svo sjáum við Statkraft, systur fyrirtæki Landsvirkjunar, raforkufyrirtæki Norðmanna. Það er 100% í eigu ríkisins og það er líka mjög vel rekið. Þannig að það er raun og veru hægt að þá þarf að tryggja bara fyrirtækinu góða stjórnarhætti og gott umhverfi, eða viðskiptilegt umhverfi, að þá tel ég að það sé báðar leiðir eru algjörlega færar og það er undir bæði ríkisstjórninni og eigandunum þjóðurinnar að koma hvernig eignarhaldinu er háttað. Varðandi verðmætið þá er það náttúrulega flókið af því verðmætið ræðst af framtíðartekjum fyrirtækisins og við vitum ekki framtíðartekjurnar, við tölum bara að þær gætu verið umtalsverðar. En eins og ég bókfært eigið fé í dag er 200 milljarðar. Svona sjóðstreymið eins og það er akkurat í dag styður ekki við mikið hærra verð, eða það fer náttúrulega eftir hvernig ef það tökur bara daginn í dag en nú hefði eitthvað framtíðarverðmætið þá er ljóst að það gæti verið umtalsvert meira en ég held að það sé ekki mögulegt að klára það í pontunni, hvernig nákvæmlega verðmætið er, enda ræðst það náttúrulega því hver myndi kaupa, gerir ráð fyrir. Takk fyrir þetta. Hér er